Stærsta sönnunin fyrir tilvist Guðs hæfni hans til að lýsa gangi sögunar. Martröð í Babýlon. Vissir þú að spádómur skrifaður fyrir 2500 árum lýsti uppgangi og falli heimsvelda með mikilli nákvæmni? Spádómurinn í Daniel 2 einn sá merkilegasti í Biblíunni. Hann sannar að það til Guð sem þekkir framtíðina. Leyfðu mér að segja þér þessa sögu. Nebúkadnesar, hinn voldugi konungur í Babýlon, stóð stoltur í gylltu herbergi sínu og barði sér á brjóst. Tunglskinn glampaði á marmaraveggjum herbergis hans þegar hann nánast missti andan. Hann var nývaknaður af martröð sem var svo skýr og dularfull að hann skalf. Í þessum draumi hafði hann séð risastóra styttu af manni úr undarlegum glampandi málmum, höfuð úr skíra gulli, brjóstið og armleggirnir af silfri, kviðurinn og lendarnar af eyri, leggirnir af járni sem enduðu í fótum blandaður járni og leir. Þegar konungur horfði á í draumi kom steinn sem skorinn var út án þess að mannshönd kæmi nærri í átt að styttunni og braut fætur hennar. Á augabragði hrundi öll styttan og steinninn óx í stórt fjall sem fyllti alla jörðina. Þá vaknaði Nebúkadnesar í uppnámi. Stund sat hann á rúmstokknum sínum í myrkrinu og reyndi í örvæntingu að ná tökum á sýninni sem var óðum að hverfa. Hann vissi að þetta var engin venjulegur draumur. Hann var augljós boðskapur, spádómur sem virtist mikilvægur, en nú voru smáatriðin að renna burt úr huga hans eins og sandur fingurna. Hvað þýddi þessi ógnvekjandi stytta? Hvers vegna splundaraði steinninn henni? Var draumurinn guðleg viðvörun framtíð ríkis hans? Konungurinn í Babýlon, stjórnandi valdamesta heimsveldis á jörðinni, upplifði sig skyndilega lítinn og kvíðafullan. Hversu lengi myndi gullna heimsveldið hans endast? Hvað myndi gerast eftir að hann væri farinn? Nebúkadnesar varð að vita merkingu þessa draums og hann varð að vita það núna. Án tafar kallaði hinn æðsti konungur eftir vörðum sínum. Kveikt var á kyndlum og sendiboðar þeyttust hangandi garða Babýlonar og stórfenglega sali til að kalla saman alla konunglega spásagnamenn og særingamenn og galdramenn. Þessir menn voru traustir ráðgjafar konungs, spekingar sem sögðust geta túlkað drauma og leyndardóma fyrir kraft guða sinna. Vaktir af svefni eftir að barið var á dyr þeirra flýttu þeir sér til hallarinnar, ringlaðir en hræddir við ofsa konungs. Brátt stóðu þeir með þreytulegu augu frammi fyrir hásæti Nebúkadnesars og hneigðu sig lágt, loftið þrungið af spennu. Nebúkadnesar, enn í náttsloppnum sínum, hallaði sig fram á hásæti sitt. Mig hefur dreymt draum, tilkynnti hann, og röddin var full af ákafa, og mér órótt í skapi uns ég fæ að vita drauminn. Vitringarnir horfðu hver á annan. Venjulega myndi konungar segja frá draumum sínum og þá myndu þessir ráðgjafar bjóða upp á snjalla túlkun. Svo einn stjörnuspekingur svaraði af virðingu: konungurinn segir þjónu sínum drauminn og þá skulum við segja hvað hann þýðir. Það var vandræðileg þögn. Ásjóna Nebúkadnesars var grimm. Hann skellti hnefunum í arminn á hásætinu. Nei, þú verður að segja mér drauminn og túlkun hans. Konungur gerði sig grein fyrir því að hann gæti ekki einu sinni muna til fulls smáatriði draumsins og hann grunaði að ef hann segði þeim það sem hann mundi eftir, gæti þessi svokölluðu sjáendur bara fundið upp þægilega merkingu. Að þessu sinni ætlaði hann að prófa krafta þeirra. Ef þeir hefðu sannarlega guðdómlega innsýn, ættu þeir að geta opinbera drauminn sjálfan, ekki bara skýringu. Nebúkadnesar horfði áköfum augum á hóp þessara vitru manna og gaf þeim bláköld fyrirmæli. Ef þeir segi mér ekki drauminn og þýðingu hans, skulu þeir verða höggnir í sundur og húsiðar gjörða sorphaug. En ef þeir segi mér drauminn og þýðingu hans, munu þeir af mér þiggja margs konar gjafir og mikla sæmd. Vitringarnir kiknuðu í hnjánum. Þeir höfðu aldrei staðið frammi fyrir kröfu eins og þessari. Einn ráðgjafi stamaði út úr sér: konungurinn segir þjónu sínum drauminn og þá skulum við segja hvað hann þýðir. Andlit konungs varð enn illvígara. Þér ætlið að leita yður frests, hrópaði hann. Þar þér sjáið að ásetningur minn óhagganlegur. Einn þeirra benti konungi á
að enginn sá maður í heimi sagt geti það konungurinn mælist til, né heldur hefur nokkur mikill og voldugur konungur krafist slíks af nokkrum spásagnamanni, særingamanni eða kaldea. Því að það torvelt sem konungurinn heimtar og enginn getur kunngjört konunginum það nema guðirnir einir, en bústaður þeirra ekki hjá dauðlegum mönnum. Með öðrum orðum, þeir viðurkenndu sig sigraða. Þeir höfðu ekki hugmynd hvað konungurinn hafði dreymt. Nebúkadnesar ólgaði af reiði. Þessir menn höfðu eitt starf, að veita yfirnáttúrlegt innsæi, og nú voru þeir afhjúpaðir sem valdalausir svikahrappar. Þetta nóg, hrópaði konungur. Í reiði sinni fyrirskipaði hann að allir vitringar Babýlonar yrðu teknir af lífi þegar í stað. Verðir hófust þegar handa við að framkvæma skipunina. Sjálfir ráðgjafarnir sem staðið höfðu skjálfandi fyrir framan hann voru dregnir í burt til að mæta skelfilegum endalokum og hermenn þeyttust út borgina til að finna aðra konunglega ráðgjafa sem ekki höfðu verið viðstaddir. Traustur ungur ráðgjafi stígur fram. Nóttina í öðrum hluta borgarinnar var ungur hebreskur maður að nafni Daniel vakinn af því að barið var á dyr hans. Daniel var nýútskrifaður úr konunglegri akademíu Babýlonar, fangi frá Júda, sem hafði verið þjálfaður í tungumáli og speki Babýlonar. Hann og 3 nánir vinir hans, þekktir undir babýlonísku nöfnunum Sadrak, Mesak og Abednego, reyndust vera 10 sinnum fremri en allir spásagnamenn og særingamenn konungs. Daniel hristi af sér svefndrungan, opnar dyrnar og finnur þar Arjók, lífvarðarforingja konungsins, með brugðið sverð. Fyrir aftan hann stóðu vopnaðir hermenn. Hjarta Daniels tók kipp. Hvers vegna skyldi varðstjórinn koma miðja nótt með vopn í hendi? Andlit Arjóks var grafalvarlegt þegar hann tilkynnti: Ég hér til að framkvæma fyrirmæli konungs. Það á að taka alla vitringan af lífi og þar á meðal þig, Daniel. Í augnablik var Daniel agndofa. Taka af lífi, hvers vegna? Hvað hefur gerst? Daniel safnar sér hugrekki og spyr Arjók af virðingu: Hví skipun konungs svo hörð? Hver ástæðan fyrir þessari grimmu skipun? Arjók skýrði þá Daniel frá málavöxtum, ógnvekjandi draumur konungs, hinn ómögulega krafa konungs til vitringana og hvernig þeim brast viska til að opinbera leyndardóminn. Þegar Daniel hlustaði fann hann fyrir blöndu af áhyggjum og yfirvegaðri trú hrærast innra með sér. Hann skildi hvers vegna Nebúkadnesar var í uppnámi, en Daniel trúði líka á Guð sem var miklu meiri en nokkur á skurðgoðum Babýlonar. Guð sem gat opinbera leyndamál. Raunar var Daniel fullviss að Guð hans á himnum gæti gert það sem enginn maður gæti gert. Daniel tók djarfa áhættu og fór strax til að leita áheyrn hjá Nebúkadnesar konungi áður en aftökurnar héldu áfram. Maður getur ímyndað sér að ungi Hebreinn hafi verið drifinn í gegnum kyndilista ganga framhjá undrandi vörðum þar til hann stóð frammi fyrir hennum illvíga konungi. Daniel hneigði sig og mælti einlæglega: Ó konungur, gefðu mér smá tíma og ég skal segja þér drauminn og þýðingu hans. Þetta ótrúlegt loforð, sérstaklega þar sem Daniel sjálfur vissi ekki drauminn eða merkingu hans á þeirri stundu. En Daniel treysti ekki á sjálfan sig, hann treysti því að Guð myndi opinbera leyndamálið. Bara ef konungur vildi veita stuttan frest. Nebúkadnesar, sem var örvæntingafullur eftir svörum, hrifinn af rólegu sjálfstrausti Daniels og fellst á beiðnina. Daniel fékk að fara og nóttina safnaði hann 3 vinum sínum saman. Hann sagði þeim allt og hvatti þá til að biðja Guð himinsins einlæglega miskunn, að biðja Guð að opinbera þennan leyndardóm svo þeir getu allir frelsast frá dauðadómi. Ungu mennirnir 4 krupu saman, hjörtu slóu af ákafa þeir útheltu hjörtum sínum í bæn. Þeir báðu visku og frelsun, ekki aðeins fyrir sjálfan sig, heldur einnig að tilgangi Guðs í þessum undarlegu aðstæðum yrði náð. Klukkutímar liðu í bæn og eftirvæntingu. Loksins einhver tíma í myrkri kyrrð þessara nætur svaraði Guð. Í sín opinberaði Guð Daniel draum konungsins og opnaði einnig merkingu hans. Ímyndaðu þér léttir og gleði Daniels.
Hann lofaði Guð himinsins með innilegu þakklæti. Lofað veri nafn Guðs frá eilíð til eilíðar, því að hans viskan og mátturinn. Hann breytir tímum og tíðum, hann rekur konungra frá völdum og hann setur konunga til valda. Hann gefur spekingunum speki og hinum hygnu hyggindi. Ég þakka þér Guð feðra minna og vegsama þig. Þú hefur opinberað oss það konungur vildi vita. Daniel 2:20-23. Daniel viðurkenndi að aðeins Guð hefði getað gefið honum þessa þekkingu. Sjálfur tók hann engan heiður. Hann gaf Guði dýrðina sem þekkir endalokkin frá upphafinu. Þegar dagurinn rann upp, hljóp Daniel til Árjóks höfuðsmanns og sagði: Ekki skalt þú lífláta vitringana í Babylon. Leið mig inn fyrir konung og mun ég segja konungi þýðinguna. Árjók færði Daniel umsvefalaust aftur inn að hásæti Nebúkadnesars, kannski með blöndu af von og efahyggju í hjarta sínu. Konungurinn, sem enn var í uppnámi eftir þrengingar næturinnar á undan, horfði ákaft á Daniel. Getur þú sagt með drauminn sem dreymdi og þýðingu hans? Spurði hann. Það var bein áskorun. Gæti þessi ungi maður í raun og veru gert það sem allir hinir þrautreyndu vitringar gátu ekki? Daniel var nú rólegur og yfirvegaður eftir opinberun Guðs. Svaraði hann af auðmýkt: Leyndardóm þann sem konungurinn spyr geta hvorki vitringar, særingamenn, spásagnamenn né stjörnuspekingar sagt konunginum. En sá Guð á himnum sem opinberar leynda hluti, og hann hefur kunngjört Nebúkadnesar konungi það verða mun á hinum síðustu dögum. Daniel 2:27-28. Í þessari einu setningu benti Daniel Nebúkadnesar í burtu frá visku manna til kraftsins sanna Guðs. Hann gerði það ljóst að það sem konungurinn var í það mund að heyra kom ekki frá visku Daniel sjálfs, heldur frá opinberun Guðs. Grimmur svipur konungs tók að linast af forvitni og von. Daniel hélt áfram: Þá þú hvíldir í rekkju þinni, konungur, stigu upp hugsanir hjá þér hvað verða mundi eftir þetta, og hann sem opinberar leynda hluti hefur kunngjört þér hvað verða muni. Daniel 2:29. Nebúkadnesar hallaði sig fram af athygli. Þetta var nákvæmlega rétt. Hann hafði verið áhyggjufullur framtíð heimsveldisins áður en svefnin náði tökum á honum. Daniel vissi þetta ekki með ágískun, heldur með guðlegu innsæi. Hinn ungi spámaður sagði síðan með virðingu: En hvað misnertir, þá það ekki fyrir nokkurar viskusakir sem ég hafi til að bera umfram alla menn aðra, þá nú uppi að þessi leyndardómur mér opinber orðin. Heldur til þess að þýðingin yrði kunngjörð konunginum og þú fengir að vita hugsanir hjarta þíns. Daniel 2:30. Nú þegar athygli Nebúkadnesars var á hverju orði Daniels, hóf Daniel að útskýra drauminn af mikilli nákvæmni, sérhvern hluta þessa undarlegu styttu og örlög hennar. Þegar Daniel talaði, féll kjálki konungsins hægt og rólega af undrun. Þetta var einmitt það sem hann hafði séð. Afhjúpun draumsins. Styttan táknar 4 konungsríki. Þú horfir framfyrir þig, konungur, sagði Daniel, og stóð þar líkneski mikið. Líkneski þetta var stórt og yfirtaksljómandi. Það stóð frammi fyrir þér og var ógurlegt ásýndum. Höfuð líkneski þessa var af skíra gulli, brjóstið og armleggir af silfri, kviðirnir og lendarnar af eyri, leggirnir af járni, fæturnir sumkostar af járni, sumkostar af leir. Þú horfir á þetta, þar til steinn nokkur losnaði, án þess að nokkur mannssönd kæmi við hann. Hann lenti á fótum líkneskisins sem voru af járni og leir og molaði þá. Þá muldist sundur í sama bili járnið, leirin, eyrin, silfrið og gullið, og varð eins og sáðir á sumar láfa. Vindurinn feykti því burt, svo þess á engan stað. En steinninn sem lenti á líkneskinu var það stóru fjalli og tók yfir alla jörðina. Daniel 2:31-35. Nebúkadnesar var forviða. Daniel hafði lýst draumnum fullkomlega niður í hvert smáatriði og dramatíska steininum frá himnum. Konungur þurfti ekki að segja: Já, þannig var það.
Undrunarsvipurinn á andliti hans sagði allt sem segja þarf. Í fyrsta skipti í margar klukkutíma fann Nebúkadnesar fyrir létti. Leyndardómurinn var afhjúpaður og samt var mikilvægasta spurningin eftir: hvað þýddi þetta allt? Hvers vegna hafði Guð gefið honum þennan draum? Sérhvert auga í sal konungs lá nú beint á Daníel. Hinir ráðgjafarnir sem áttu líf sitt undir hljóta að hafa hort á í lotningu og þakklæti þegar þessi ungi maður afreikaði það sem þeir gátu ekki. Daníel hélt áfram að túlka merkingu styttunnar lið fyrir lið eins og Guð hafði sýnt honum. Með því braut hann upp spámanlega tímalínu, vegakort af heimsögunni sem myndi spanna aldir fram yfir líf Nebúkadnesars. Þetta var ekki bara skilaboð konungsins, þetta var opinberun fyrir alla komandi kynslóðir, líka okkar. Höfuð úr gulli, Babýlon, 605 til 539 fyrir Krist. Daníel dró djúpt andan, leit upp til konungs og flutti fyrsta hluta túlkunarinnar. Þú konungur, yfir konungur konungana, sem Guð himnanna hefur gefið ríkið, valdið, máttinn og tignina, þú ert gullhöfuðið. Daníel 2:37-38. Augu Nebúkadnesars glömpuðu af stolti. Höfuð úr skíra gulli. Það var viðeigandi tákn fyrir Babýlon. Reyndar var Babýlon árið 605 fyrir Krist auðugasta og glæsilegasta heimsveldi jarðar. Höfuðborgin Babýlon var undur samtímans, státaði af stórum tvöföldum veggjum yfir 12 metra þykkum, tignarlegum hofum og hinum frægu hangandi görðum sem sagan segir að Nebúkadnesar hafi reist fyrir drottningu sína. Lauf, gull og skreytingar huldu musteri þess og hallir. Auðlegð og glæsileiki Babýlonar var óviðjafnanleg. Gull var viðeigandi málmur til að tákna dýr þess. Þegar Nebúkadnesar konungur heyrði Daníel kalla hann gullhöfuð, sat hann örugglega aðeins hærra í hásæti sínu. Í huga hans staðfesti þetta það sem hann hafði alltaf trúað, að Babýlon væri glæsilegasta ríkið. Sögulegar heimildir sína að Nebúkadnesar var svo stoltur af glæsileika ríkisins að hann ímyndaði sér að það myndi vara að eilífu. Fornleifafræðingar hafa því til staðfestingar fundið fornar leirtöflur frá Babýlon með áletruðum bænum konungs að ríki hans megi vara að eilífu. Yfirburði Babýlonar frá það bil 605 til 539 fyrir Krist voru algjörir á þeim tíma, sigraði þjóð eftir þjóð, þar á meðal Jerúsalem, safnaði fjársjóðum og hélt óviðjafnalegu valdi í austri, samt stoppaði túlkun Daníels ekki við höfuðið úr gulli. Bros konungs gæti hafa farið að dofna þegar Daníel hélt áfram. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki, minni háttar en þitt er. Daníel 2:39. Vonbrigði Nebúkadnesars voru augljós. Hvað var þetta? Annað ríki eftir Babýlon. Hinum stolta einvaldi sem eitt sinn dreymdi eilíft ættarveldi Babýlons var nú sagt að heimsveldi hans eða einhvern tíma skipt út og ekki einu sinni fyrir jafningja, heldur óæðra veldi, tákna með málmi sem hefur minna verðmæti en gull. Þetta var auðmýkjandi opinberun, en Daníel var trúfastlega að flytja boðskap Guðs. Babýlon mundi ekki ríkja að eilífu. Reyndar staðfestir sagan að valdatíma Babýlonar hafi liðið undir lok. Löngu eftir valdatíma Nebúkadnesars varð heimsveldi hans spillt og veikt. Á örlagaríkri nótt árið 539 fyrir Krist varð hinn að því virðist ósigrandi borg Babýlon tekin yfir að nýju valdi, nákvæmlega eins og draumurinn sagði fyrir Brjóstið og armleggirnir af silfri, Medo-Persía 539 til 331 fyrir Krist. Daníel hélt áfram að lýsa brjósti og armleggjum styttunnar úr silfri. Eftir þig mun hefjast annað konungsríki minni háttar en þitt, sagði hann. Við vitum núna að næsta heimsveldi í spámanlegri röð var Medo-persneska heimsveldið. Árið 539 fyrir Krist féll Babýlon í hendur Saminas herafla Meda og Persa undir forystu hins frábæra persneska hershöfðingja Kýrusar hins mikla. Merkileg staðreynd að fall Babýlonar átti sér stað á einni nóttu vegna gáleysis og uppfyllti ekki aðeins spádóm Daníels
heldur einnig aðra spádóma Biblíunnar. Samkvæmt fornum frásögnum, auk útskýringa í Daníel 5. kafla, tókst Kýrus að beina flæði Efratfljóts sem rann undir volduga múra Babýlonar og her hans fór inn í borgina í gegnum árfarveginn á meðan Babýloníumenn voru óvarkárir vegna mikillar veisluhalda. Hinu mikla babýlonska ríki var hrundið næstum án mótspyrnu, rétt eins og Guð hafði spáð fyrir Hið nýja heimsveldi var samstarf milli Meda og Persa, táknað á viðeigandi hátt með 2 silfur armleggjum styttunnar sem komu saman við brjóstið. Medo-Persía var síðri en Babýlon í þeim skilningi að silfur minna virði en gull. Reyndar fékk persneska heimsveldið mikið að láni frá fyrri Babýlon, var stærri og entist lengur en Babýlon. Medo-Persía ríkti á svæðinu frá 539 fyrir Krist til 331 fyrir Krist, það bil 2 alda tímabil. Konungar þess eins og Kýrus, Daríus og Xerxes þöndu heimsveldið út yfir víðfeðm landsvæði frá Egyptalandi til Indlands. Silfur var viðeigandi tákn fyrir þetta ríki, ekki aðeins vegna þess að það heldur verðminna en gull, heldur einnig vegna þess að Persar höfðu frægt skattkerfi og gjaldmiðil. Mikið af auðæfum þeirra var í silfri. Undir Medo-Persíu var gyðingum sem voru í útlegð í Babýlon jafnvel leyft að snúa aftur heim og endurbyggja musteri sitt, sem sýndi að þetta heimsveldi, þótt öflugt væri, var ekki eins hrokafullt og kúandi eins og Babýlon þegar það stóð sem hæst. Þegar Nebúkadnesar heyrði Daníel spá fyrir ris konungríkis sem myndi sigra Babýlon, gæti hann hafa orðið mjög hugsi. Á þessum tímapunkti vissi hann að hann var að heyra eitthvað yfirnáttúrulegt og satt, en það hlýtur að hafa verið erfitt að kyngja því. Gullríki hans myndi víkja fyrir silfurríki Meda og Persa. En draumurinn var ekki búinn, það voru fleiri hlutar styttunnar til að útskýra. Kviðurinn og lendarnar af Eyri, Grikkland 331 til 168 fyrir Krist. Daníel hélt áfram, og því næst til 3. ríki af Eyri, sem drottna mun yfir allri veröldu. Daníel 2:39. Í styttunni voru kviður og lendar úr glampandi bronsi og samsvaraði það næsta mikla heimsveldi heimsögunar, konungsríki Grikklands. Meira en 200 árum eftir uppgang Medo-Persíu reis merkilegur ungur herforingi úr vestri, Alexander mikli af Makedóníu, norður Grikklandi. Með leiftur hraðri herferð sigruðu herir Alexanders Persa og náði yfir hinn þekkta heim. 331 fyrir Krist, í orustunni við Arbela Gaugamela, féll Medo-Persaveldi og Grikkland var nýtt heimsveldi. Grískir hermenn báru sem frægt bronsbrynjur og bronsvopn, svo mjög að síðari sagnfræðingar kölluðu þá eirhúðuðu Grikkina. Eir harðara en bæði gull og silfur, rétt eins og grískir herir reyndu sterkari í bardaga en forverar þeirra. Undir stjórn Alexanders náði gríska heimsveldið frá Egyptalandi til Indlands, stærra en nokkurt heimsveldi á undan því. Þegar hann var 32 ára hafði Alexander sigrað heiminn eins og fólk þess tíma þekkti hann. Eitt sagnfræðingur skrifaði að Alexander grét vegna þess að hann hefði ekki fleiri lönd til að sigra, svo gríðarlegir voru sigrar hans. Hins vegar entist heimsveldi Alexanders ekki mikið lengur en hinn ungi sigurvegari sjálfur. Hann dó skyndilega á unga aldri og veldi hans sundraðist í smærri konungsríki undir stjórn hershöfðingja hans. En þrátt fyrir þessa síðari skiptingu héldu grísku áhrifin, hellenísk menning, áfram að ráða ríkjum í Mið-Austurlöndum og Miðjarðarhafi aldir. Gríska var almennt tungumál og grísk hugsun dreifðist víða. Kviðurinn og lendarnar úr Eyri í draumi Nebúkadnesar táknuðu fullkomlega áhrifatíma Grikklands, það bil 331 til 168 fyrir Krist. Á þessum tímapunkti í skýringu Daníels hlýtur Nebúkadnesar hafa verið undrandi. Spádómurinn nær hér út fyrir jafnvel næsta konungsríki til enn annars á eftir það, 3. heimsveldið sem konungur vissi líklega ekkert Guð var að gefa víðtækt sýnishorn af sögunni, heimsveldi eftir heimsveldi, löngu áður en það gerðist, og enn hélt sýnin áfram. Leggir af járni,
Róm 168 fyrir Krist til 476 eftir Krist. Daniel lýsti síðan 2 fótleggjum styttunnar úr járni, 4. ríkið sterkt sem járn, því að járnið sundur brýtur og mölvar allt, og eins og járnið mólar sundur, eins mun það sundur brjóta og móla öll hin ríkin. Daniel 2:40. Þetta var spádómur hins volduga Rómaveldis, næsta stórveldi sem rís á eftir Grikklandi. Samkvæmt draumnum árið 168 fyrir Krist sigraði hið nýja rómverska veldi síðasta gríska konungsríkið, Makedóníu, í orustunni við Pýtna. Róm óx síðan í risastórt heimsveldi og fór fram úr öllum fyrri konungsríkjum að styrkleika og endingartíma. 168 fyrir Krist var öld Grikklands að víkja fyrir öld Rómar og raunar myndi Róm ráða yfir heiminum í margar aldir, langt fram á tímum Krists og víðar. Járn er fullkomið tákn fyrir Róm. Rómversku hersveitirnar voru frægar fyrir járnvopn og járnaga. Þeir brutu niður alla mótspyrnu með miskunnarlausri skilvirkni. Eins og Daniel sagði, getur járn mólað gull, silfur og brons, og Rómverjar unnu einnig eða tóku til sín yfirráðasvæði allra fyrri heimsveldana. Undir Róm upplifði Miðjarðarhafsheimurinn Pax Romana, rómverskan frið, framfyllt af rómverskum lögum og hervaldi. Heimsveldi stækkaði yfir Evrópu, Norður-Afríku og Mið-Austurlönd og ríkti yfir ótal þjóðum. Það stóð ótrúlega lengi. 2 fætur stytturnar gefa jafnvel til kynna að á síðari öldum þess skildi Rómaveldi klofna í 2 helminga, vestur og austur rómverska heimsveldið. Yfir á Rómar 168 fyrir Krist til 476 eftir Krist í vestri nær það bil 644 ár. Sannarlega langur tími miðað við fyrri konungsríki. Það er stórbrotið að átta sig á því að Biblían spáði fyrir uppgang Rómar 100 ára fram í tíman. Nebúkadnessar hafði ekki getað ímyndað sér heimsveldi öflugra en Babylon eða Persíu eða Grikkland. En sagan segir okkur að Róm hafi sannarlega sigrað. Þegar Jesús Kristur fæddist í Betlehem stjórnaði Róm Júdeu og hinum þekkta heimi og uppfyllti spádóm Daniel sem 4. járnríkið. Reyndar staðfestir Nýja testamentið sjálft járnveldi Rómar. Það var rómverskt manntal sem sendi Jósef og Maríu til Betlehem, rómverskur landstjóri Pílatus sem dæmdi Jesú til krossfestingar og rómverskir hermenn sem neldu hann á krossin. Frumkristnir menn lifðu og dóu undir ofsóknum Rómverja. Allt þetta hafði verið séð fyrir í draumi Nebúkadnessar sem gefinn var öldum áður. Núna hlýtur Nebúkadnessar konungur að hafa verið algjörlega þögull og áttar sig á því að honum var sýnt hið mikla flæði sögunar langt fram yfir ævi hans. Daniel hafði rakið línu frá Babylon til Medo-Persíu til Grikklands til Rómar. 4 stórveldi táknuð með gulli, silfri, eir og járni. Gæti verið enn meira í þessum spádómi? Já, styttan átti enn eftir að útskýra fæturnar og tærnar og þetta var kannski undraverðasti hluti spádómsins fyrir okkur í dag. Fæturnir, sumkostar af járni, sumkostar af leir. Skipt Evrópa, 476 eftir Krist til dagsins í dag. Daniel færði sig að síðasta hluta styttunar, fætur og 10 tær, að hluta úr járni og hluta úr leir. En þar þú sást fæturnar og tærnar að sumt var af pottaleir, sumt af járni, það merkir að ríkið mun verða skipt, útskýrði Daniel. Þó mun það nokkru í sér halda af hörku járnsins, þar sem þú sást járnið blanda saman við deigulmóin. En þar tærnar á fótunum veru sumkostar af járni og sumkostar af leir, þá mun það ríkið að nokkru leyti vera öflugt og að nokkru leyti veikt. Og þar þú sást járnið blanda saman við deigulmóin, þá munu þeir með kvonföngum saman blandast og þó ekki samþýðast hvorum öðrum, eins og járnið samlagar sig ekki við leirin. Daniel 2:41-43. Þessi hluti spádómsins algjörlega heillandi. Sagan staðfestir að 4. ríkið, Róm, var aldrei sigrað af neinu öðru heimsveldi. Þess í stað, seint á 4. og 5. öld eftir Krist, byrjaði Rómaveldi að sundrast innanfrá.
Villimanna ættbálkar réðust inn á landamæri þess. Hið sameinaða járnveldi brotnaði í sundur í marga hluta, hliðstætt tánum á styttunni. Árið 476 eftir Krist hafði vesturveldi Rómar fallið og klofnaði í ýmis konungsríki sem innrásar ættbálkarnir, austgotar, vestgotar, frankar, valdalar, engilsaxar, langbarðar og fleiri stofnuðu til. Þessi ættbálkaríki þróuðust að lokum í þjóðir miðalda og nútíma Evrópu. Til dæmis urðu frakkar í Galíu konungsríki Frakklands, engilsaxar urðu englendingar, alamanni urðu þjóðverjar og svo framvegis. Í þessum nýju konungsríkjum voru sumir sterkir og áhrifamiklir, héldu eftir járni á Róm, en sumir voru veikir eða skamlífir, leir. En mikilvægara að aldrei aftur myndi öll þessi svæði sameinast undir einu heimsveldi. Rómaveldi var skipt og yrði áfram skipt. Spádómur Guðs, gefinn fyrir tilstilli Daníels, lýsti því yfir að þeir myndu ekki samlagast hvor öðrum. Rétt eins og járn blandast ekki í leir. Með öðrum orðum, allar tilraunir til að sameina brot rómverska heimsveldisins í eitt heimsveldi sem spannar konungsríki myndi mistakast og sagan hefur sýnt nákvæmlega það. Í margar aldir frá falli Rómar hafa metnaðarfullir leiðtogar reynt að endurreisa eitt evrópskt heimsveldi en engum hefur að lokum tekist að halda því saman. Karla Magnús 800 eftir Krist endurlífgaði næstum heilaga rómverska keisaradæmið í Vestur-Evrópu en eftir dauða hans brotnaði heimsveldið. Öldum síðar háðu Karl V, Lúðvík XIV og aðrir mikil stríð og reyndu að drottna yfir álfunni aðeins til að mistakast. Snemma á 19. öld lagði Napóleon Bonaparte undir sig næstum allt meginland Evrópu. Hann var mjög nálægt því að endurskapa eitt heimsveldi, en jafnvel hann var á endanum sigraður í frægri baráttu við Waterloo árið 1815 og heimsveldi hans hrundi. Sagt að Napóleon, sem þekkti spádóm Daníels 2, kom fram að miklum hroka, en eftir ósigur hans harmaði hann: Guð almáttugur mér ofviða. Á 20. öld reyndi Adolf Hitler með valdi að koma á fót 1000 ára ríki sem sameinaði Evrópu undir þýsku valdi, en metnaður hans hrundi í seinni heimsstyrjöldinni, rétt eins og spádómar sögðu fyrir að járn og leir myndi ekki samlagast. Jafnvel konungleg hjónabönd voru reynd til sameiningar. Evrópskir konungar og drottningar giftust innbyrðis kynslóðum saman í vonum að sameina ríkin. Til dæmis var Viktoría drottning kölluð amma Evrópu vegna þess að afkomendur hennar sátu í svo mörgum evrópskum hásætum. Samt gátu jafnvel þessi fjölskyldu tengsl ekki komið í veg fyrir átök og sundrung. Fyrri heimsstyrjöldin setti frændur hver upp á móti öðrum sem sýndi að pólitísk sameiningi gegnum hjónabönd var viðkvæm. Hvað með nútímann? Enn í dag Evrópa safn sjálfstæðra þjóða frekar en eitt heimsveldi. Já, það hafa verið bandalög og sambönd eins og Evrópusambandið sem stefna að samvinnu, jafnvel sameiginlegum gjaldmiðli, en hver þjóð heldur samt fullveldi sínu. Menningarlegur og pólitískur ágreiningur heldur þeim óhjákvæmilega sem aðskildum einingum. Þrátt fyrir tíðar umræður hnattræna einingu heimurinn áfram skipt í marga þjóðir og völd, rétt eins og spádómur Daníels sagði að hann myndi gera. Fætur úr járni og leir tákna með nákvæmum hætti okkar tíma. Sumar þjóðir eru sterkar eins og járn, aðrar veikar sem leir og þær renna ekki alveg saman í eitt. Þegar litið tilbaka ótrúlegt að átta sig á því að yfir 2500 ára saga hefur þróast nákvæmlega í samræmi við minnstur draums Nebúkadnesars. Babylon féll til Medo-Persíu, sem féll fyrir Grikklandi, sem féll fyrir Róm, sem síðan brotnaði í búta sem varir enn þann dag í dag. 5 aðskildir hlutar spádómsins hafa ræst með óbilandi nákvæmni. Aðeins 1 hluti draumsins enn óuppfylltur og það hápunktur allra sýnarinnar. Nebúkadnesar var við það að komast að því að styttan og málmar hennar væru ekki endir sögunar.
besti og mikilvægasti hluti spádómsins átti eftir að koma í ljós. Steinninn frá himnum, Guðs eilífa ríki. Daniel vakti nú athygli Nebúkadnesars aftur að loka þætti draumsins, þessum dularfulla steini sem losnaði án þess að nokkur mannshönd kæmi við hann. Eins og konungur hafði séð, molaði steinninn allt líkneskið og ók síðan í fjall sem fyllti jörðina. Hvað gæti þetta mögulega þýtt? Ekkert mannlegt heimsveldi gæti passa við þá lýsingu. Daniel útskýrði af dramatískum skýrleika, en á dögum þessara konunga, tímum hins klofna konungsríkis sem táknað er með tánum, mun Guð himnanna hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga, og það ríki skal engri annarri þjóð í hendur fengi verða. Það mun hnosa og að engu gjöra öll þessi ríki, en sjálft mun það standa að eilífu, þar sem þú sást að steinn nokkur losnaði úr fjallinu án þess að nokkur mannshönd kæmi við hann og mölvaði járnið, eyrin, leirin, silfrið og gullið. Mikill Guð hefur kunngjört konunginum hvað hér eftir muni verða. Draumurinn er sannur og þýðing hans áræðanleg. Daniel 2:44-45. Þetta var dramatískur hápunktur draums Nebúkadnesars, koma endalegs ríkis sem Guð sjálfur stofnar. Steinninn táknaði eitthvað sem ekki var að mannlegum uppruna, þar sem hann var skorinn út án þess að mannshönd kæmi við hann. Guðlegt inngrip í söguna. Ríki himinsins mun móla öll hinn ófullkomnu jarðnesku konungsríki og binda enda á tímabil mannlegrar pólitískrar stjórnunar. Í staðinn mun Guð setja upp sitt eigið fullkomna ríki sem aldrei mun falla eða verða rifið niður. Með öðrum orðum, tímalína styttunnar yfir veraldleg heimsveldi mun enda með eilífu ríki Guðs sem næri yfir alla jörðina. Fyrir okkur sem lesum þennan spádóm í dag er ljóst að steinninn táknar endurkomu Jesú Krists og stofnun ríkis Guðs á jörðinni. Síðari koma Krists, eins og spáð er í gegnum ritninguna, er stundin þegar öll ríki þessa heims verða ríki Drottins. Engin mannleg viðleitni, engin hernaðarlegir landvinningar, stjórnmálasambönd eða heimspekilegar hreyfingar getur komið þessu endalega ríki á. Aðeins Guð getur gert það að veruleika á sínum tiltekna tíma. Draumurinn sýnir sérstaklega að steinninn kemur á þeim tíma þegar þjóðirnar eru skiptar, tíma fótanna. Það þýðir að á núverandi tíma heimsögunar, þegar þjóðirnar eru enn sundurlausar, mun næsti stór viðburður í þessari spámanlegu röð vera ríki Guðs sem brýst inn í okkar heim. Hugsaðu þér hversu stórmerkilegur þessu spádómur er. Daniel, hebreskur útlagi í Babylon í gegnum opinberun Guðs, lýsti í rauninni uppgangi og falli 4 stórvelda sem spanna yfir 1000 ár og áframhaldandi skiptingu síðasta heimsveldisins í 1500 pluss ár til viðbótar. Allt í nokkrum setningum til konungsins. Allt gerðist eins og spáð var, allt til okkar daga. Þessi steinn sem táknar ríki Guðs er það eina sem enn á eftir að gerast. Draumur Nebúkadnesar leiðir okkur í rauninni allt til nútímans og lengra. Þegar Daniel lauk með því að segja, draumurinn er sannur og þýðing hans áreiðanleg, vissi Nebúkadnesar að hann hafði orðið vitni að einhverju sannarlega guðlegu. Konungurinn í Babylon féll fram fyrir Daniel af lotningu, en Daniel sá til þess að allur heiður færi til Guðs, hans sem opinberar leyndarmál. Hvers vegna skiptir þessi spádómur máli í dag? Draumur Nebúkadnesars í Daniel 2 er miklu meira en forn saga. Það er boðskapur sem hljómar kröftulega í dag. Við lifum á umdeildum tímum óvissu varðandi framtíð þjóða og heimsins alls. En þessi spádómur gefur okkur traustan grunn sjálfstrausts vegna þess að hann sýnir að Guð hefur stjórn á sögunni. Við skulum ígrunda hvers vegna þessi spámanlegi draumur er svo mikilvægur fyrir okkur núna og hvernig við ættum að bregðast við honum. Þessi nákvæma skrá og uppfylling spádóms í gegnum aldirnar er óumdeilanleg. Við getum skoðað sögubækurnar og sannreynt hvert atriði.
Babylon, Medo-Persía, Grikkland, Róm, skipting Evrópu, það gerðist nákvæmlega eins og draumurinn spáði. Engin einn maður hefði getað gískað á þessa framvindu með slíkri nákvæmni í gegnum aldirnar. Líkurnar á að ná öllum þessum atriðum á réttan hátt fyrir tilviljun eru í rauninni engar. Þetta segir okkur að Biblían er ekki bara mannleg bók, spádómar hennar koma frá alvitrum Guði sem þekkir endalokin frá upphafinu. Þar sem öll þessi smáatriði rættust, höfum við fulla ástæðu til að treysta því að loka hluti spádómsins, komandi ríki Guðs, muni einni rætast. Það er hægt að treysta orði Guðs fullkomlega, jafnvel þegar það talar atburði sem eiga eftir að gerast. Guð einn er fullvalda. Nebúkadnessar komst að því að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana, Daniel 4:17. Heimsveldi rísa og falla, en það er að lokum Guð sem skipar konunga og víkur konungum frá. Þessi draumur sýnir okkur stórbrotið mynstur sögunar frá sjónarhóli Guðs. Það fullvissar okkur að jafnvel þegar jarnesk ríki státa sig að krafti sínum eins og Nebúkadnessar gerði eða aðrir eftir hann, þá varir ekkert þeirra að eilífu. Hvert ríki átti sinn dýrðartíma og sinn hnignunartíma, nákvæmlega eins og Guð leyfði. Aðeins Guðs ríki er eilíft. Þetta ætti að auðmýkja okkur og hverja þá þjóð sem telur sig vera ósigrandi. Það ætti líka að veita okkur huggun. Heimsmálin eru ekki óreiðukennd eða stjórnlaus, þau eru í umsjón æðri konungs. Þegar við fylgjumst með fréttum af pólitísku umróti, átökum eða valdabreitingum, getum við munað að sagan er saga hans, sem þróast alveg eins og hann spáði fyrir. Við lifum í tánum. Samkvæmt spádómunum samsvarar núverandi tímabil okkar fótum járns og leirs, hinna sundruðu þjóða. Reyndar lítum við í kringum okkur og sjáum heim sem skiptist í mjög sterk og veik lönd, blöndu af járnlíkum krafti og leirlíkum óstöðuleika. Draumurinn segir okkur að við ættum ekki að búast við varanlegu mannlegu heimsveldi til að sameina heiminn áður en yfir líkur. Þrátt fyrir hversu oft fólk talar alþjóðlega einingu eða nýja heimskipan, lýsir spádómurinn því yfir að þeir munu ekki standa saman. Hingað til hefur það reynst satt. Þetta þýðir að við búum í rauninni neðst á styttunni, spámanlega séð, á tánum. Það er ekkert annað eftir fótunum í draumnum. Það næsta sem gerist er steinninn af himnum. Með öðrum orðum, næsta ríki sem kemur er Guðsríki. Þetta setur okkar samtíma í samhengi. Langri keðju mannkynssögunnar er næstum lokið. Endaleg inngrip Guðs gætu gerst hvenær sem er. Von á komandi ríki Guðs, svo staðreynd að steinninn berst á styttuna og stækkar í fjall sem fyllir jörðina, eru sannarlega góðar fréttir. Það þýðir að allt óréttlæti, ofbeldi og deilur jarneskra stjórnvalda verður skipt út fyrir fullkomið friðaríki Guðs. Fyrir trúaða táknar þessi steinn vonina endurkomu Krists. Jesús mun snúa aftur til að stofna ríki þar sem engin þjóð skal sverð reiða að annarri þjóð og ekki skulu þær temja sér hernað framar. Jesaja 2:4. Það verður ríki þar sem dauði, sársauki og sorg eru ekki lengur til. Að vita þetta gefur okkur von og fullvissu þegar við horfumst í augu við framtíðina. Engin mannleg pólitísk lausn getur nokkuð tíma náð því sem ríki Guðs nær fram. Spádómurinn minnir okkur á að setja ekki endanlega von á jarnesk stjórnmál eða leiðtoga, heldur á lofar Guðs að leiðrétta hlutina á endanum. Köllun til trúar og viðbúnaðar. Það að skilja þennan spádóm persónlega ætti að vekja okkur til umhugsunar. Hvar liggur tryggð okkar? Ef ríki Guðs er það eina sem mun vara að eilífu, þá er skynsamlegt fyrir okkur að stilla okkur saman við það ríki núna. Jesús sagði, leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, Matteus 6:33. Draumurinn sýndi Nebúkadnessar að heimsveldi hans, eins stórkostlegt og það var, myndi að lokum líða undir lok.
Sama gildir öll afrek og krafta þessa heims. Þau eru tímabundin, en það sem Guð kemur á er eilíft. Svo hvernig ættum við að bregðast við? Við ættum að bregðast við eins og Daniel og vinir hans gerðu, með trú á drottinvald Guðs og skuldbindingu að lifa fyrir ríki hans umfram allt. Þetta þýðir að treysta orði Guðs, hverfa frá hinu falska öryggi veraldlegra valdhafa og taka á móti hjálpræði og ríki Jesú, konungs konungana sem í vændum er. Þegar við sjáum spádóma rætast í kringum okkur, er það boð að dýpka trú okkar á Guð sem heldur framtíðinni. Í mjög raunverulegum skilningi erum við persónur í lokaatriði þessa spámanlega drama. Höfuð úr gulli, brjóst og armleggir úr silfri, lendar úr bronsi, fætur úr járni. Þessi atriði hafa raungerst. Við lifum á lokatímunum og bíðum eftir stóra lokaatriðinu sem gæti orðið okkar kynslóð eða næstu. Steinninn er að koma og þegar hann gerir það verður of seint að skipa sér í lið. Nú er tækifæri okkar til að viðurkenna Guð sem opinberaði þessa hluti. Að segja Drottinn, ég sé að þú einn ert Guð, ég vil vera hluti að eilífu ríki þínu. Spádómur til að byggja upp trú þína. Draumur Nebúkadnesars í Daniel 2 er sannarlega einn mest samfærandi spádómur Biblíunnar. Það nær yfir árþúsundir til að sýna að ríki manna eru skammvinn en áætlanir Guðs standa fastar. Fyrir þá sem eru að uppgötva þetta í fyrsta skipti veitir þetta upplifun djúpstæðs skilnings. Hér er áþreifanleg sönnun þess að spádómar Biblíunnar séu raunverulegir og áreiðanlegir. Þegar þú áttar þig á því að Daniel með opinberun Guðs spáði fyrir gang sögunar með slíkri nákvæmni, getur það fært kuldahroll niður hryggjasúluna en til góðs. Vegna þess að þú gerir þér grein fyrir að þetta gæti aðeins verið verk Guðs. Það er uppbyggjandi fyrir trú okkar. Ef Guð hafði rétt fyrir sér varðandi ris og fall heimsvelda, getum við treyst honum fyrir eigin lífi og framtíð okkar. Sjáðu fyrir þér þá stund þegar Daniel lauk við að tala við Nebúkadnesar konung. Hann stóð rólegur, ungur trúaður maður, í þrúgandi þögn frammi fyrir hásætinu. Konungurinn í Babylon sat þarna og óttaði boðskapinn frá himnum. Draumurinn hafði opinberað að gull Babylónar myndi víkja fyrir silfri Persíu, síðan fyrir eir Grikkja, síðan fyrir járni Rómar og að lokum fyrir blönduðum leir og járni skiptra þjóða. Allt til þess dags þegar bjarg Guðs myndi binda enda á öll jarnesk völd. Nebúkadnesar vissi nú sannleikann. Heimsveldi hans var aðeins einn hluti af miklu stærri guðlegri tímalínu. Öflugasti maður jarðar varð að viðurkenna konung himinsins. Reyndar svaraði Nebúkadnesar með því að segja: í sannleika er yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari leyndra hluta. Daniel 2:47. Þessi heiðni konungur var svo snortinn að uppfyllingu draumsins og túlkun hans að hann viðurkenndi drottinvald Guðs Daniels að minnstakosti tíma. Hversu miklu frekar ættum við sem njótum þess að sjá að allt nema síðasti hlutin hefur verið uppfyllt, að viðurkenna og treysta þessum sama Guði. Þegar við ljúkum þessari yfirgripsmiklu ferði gegnum draum Nebúkadnesar, skaltu íhuga hvað það þýðir fyrir þig persónulega. Sá Guð sem skipulagði uppgang og fall konungsríkja ber kærleika til þín og mín. Hann gaf þennan spádóm ekki til að seðja forvitni, heldur til þess að fólki gegnum söguna gæti trúað og skilið að hann er við stjórnvölin og að hann býður okkur framtíð í sínu eilífa ríki. Jesús sagði: nú hef ég sagt yður það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Jóhannes 14:29. Spádómnum er ætlað að hvetja til trúar, ekki bara trú á staðreyndir og tímalínur, heldur trúar traust hjartans á orð Guðs og eðli hans. Láttu því nákvæmni þessa ótrúlega spádóms styrkja trú þína.
Láttu það minna þig á að Guð stendur við loforð sín og tímasetning hans er fullkomin. Við vitum kannski ekki nákvæmlega dag eða stund þegar steinninn mun koma, hvenær Kristur kemur aftur, en við vitum að hann kemur og líklega fljótlega. Þetta gefur okkur tilfinningu fyrir því að við þurfum að lifa með tilgangi og von. Við getum horfst í augu við óvissa heimsatburði með trausti vegna þess að áætlun Guðs hefur verið opinberuð. Við lifum á loka síðum sögu þessa heims og nýr kafli hið óhagganlega ríki Guðs er að hefjast. Á meðan höfum við hvert sig val. Við getum lifað fyrir konungsríki hér og nú, okkar eigin metnað, viðleitni þessa heims, eða við getum lifað sem borgarar hins komandi himnaríkis. Draumur Nebúkadnesar býður okkur að velja skynsamlega. Það hvetur okkur til að treysta ekki á fölnandi dýrð jarðar, heldur á bjarg aldanna. Aðeins Guðs ríki mun standa. Og hið dásamlega loforð Biblíunnar er að þú getur verið hluti að því ríki í gegnum samband við Jesú Krist. Ímyndaðu þér augnablikið þegar þessi steinn fellur á lokum, þegar ríki Guðs kemur í allri sinni fyllingu. Fyrir þá sem hafa treyst á Guð mun það vera dögun alls sem við höfum vonast eftir, réttlæti, friður og eilíf gleði. Draumur Nebúkadnesars endar með því að fjall fyllir jörðina. Biblían annars staðar lýsir því atriði sem nýjum himni og nýrri jörð, þar sem Guð dvelur með fólki sínu. Það er okkar endalega von. Láttu það vera hvatningu þína. Guð sem gaf þennan spádóm vill að þú vitir að hann á framtíðina og hann heldur þér líka ef þú leggur hönd þína í hans hönd. Hinn forni draumur konung í vandræðum er orðin ljós gjafi fyrir okkur öll, sem erum stundum í vandræðum með hvert heimurinn okkar stefnir. Það er eins og Guð hafi hengt borða yfir gang tímans þar sem segir: ég er við stjórnvölinn, treystu mér. Þegar þú stígur í burtu frá þessari sögu, getur þú gert það með lotningu og fullvissu. Ótti á Guði sem opinberar leyndardóma og stýrir sögunni, fullvissa að sama hversu óreiðukenndir hlutirnir birtast, ríki hans er á leiðinni. Gullhöfuðið, silfurbrjóstið, eirlendarnar, járnfæturnir, járn og leir blandan. Allt hefur þetta komið og farið eða er nú til staðar. Það næsta sem við bíðum eftir er að steinninn fellur sem losnar án þess að manns hönd komi þar nærri og mun breyta heiminum að eilífu. Draumurinn er sannur og þýðing hans áreiðanleg. Við skulum lifa í von, tilbúin að deila trú Daníels sem treysti Guði fyrir hinu ómögulega. Og eins og Nebúkadnesar konungur lærði, skulum við muna það. Það er Guð á himnum sem opinberar leyndamál og hefur opinberað þennan ótrúlega spádóm svo að við gætum trúað. Framtíðin tilheyrir honum og með trú getur svo framtíð tilheyrt okkur líka. Eilíft ríki Guðs er að koma. Við skulum vera tilbúin og hitta konungana.